göngum við til 16. liðar útsendri dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 7. apríl og fundargerð borgarráðs frá 14. apríl. Þar þurfum við að ganga til ansi margra atkvæðagreiðslna. Það 8. liður forsetakosningar 2016 umboð borgarráðs, staðsetning kjörstaða og skipan undirkjörstjórna. 20. liður sem reglur innritun og útskrift nemenda í Klettaskóla. 21. liður sem reglur innritun og útskrift nemenda í einhverfudeildum í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Má ég biðja þögn í salnum. 22. liður reglur innritun og útskrift nemenda í Brúarskóla. 30. liður viðauki vegna kjarasamninga, skólahljómsveitir, kjaranefnd, einkareknir leikskólar. 38. liður sem Gröndalshús endurgerð og 45. liður sem kosning í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hvatt til hljóðs. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Undir þessum lið er Gröndalshús, þar sem að óskað var eftir heimild borgarráðs á síðasta borgarráðsfundi að halda áfram með endurgerð Gröndalshús þrátt fyrir aukna kostnaðarþörf vegna skemmda og galla í húsinu sem komið í ljós þegar að vinna hófst þar á ný. Og það talað að ófjármagnaðar hluti framkvæmda sé áætlaði 20 milljónir króna sem komið til framkvæmda á næsta ári. Þannig að samkvæmt uppfærði kostnaðaráætlun megi gera ráð fyrir að kostnaður muni aukast 30 milljónir við endurgerð hússins. Og ég fari gegnum þetta því að mig vantar svolítið skýringar á þessu. Það segir að kostnaður muni aukast 30 milljónir. Það var ákveðið að í fjárhagsáætlun sem samþykkt var 1. desember á síðasta ári að setja 50 milljónir í þetta. Erum við þá að tala að því að það er verið að tala um að kostnaður muni aukast 30 milljónir, er verið að tala að það verði 80 milljónir eða er verið að tala að það að þessar 30 muni bætast við þar 50 sem voru samþykktar og við reynda greiddum atkvæði gegn því, voru reynda með breytingartillögu sem aðeins ætla að nefna á eftir. Eða erum við að tala að 20 milljónir, þessi ófjármagnaði hluti framkvæmda muni bætast við þessar 50. Ég skil þetta þannig að við séum annaðhvort að tala 70 eða 80 milljónir og vonandi verður það útskýrt hér. En bara til að rifja það upp að þá vorum við með breytingartillögu við fjárhagsáætlun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem að var felld með atkvæðum borgarfulltrúa meirihlutans, öllum 9. Það sem við lögðum til að þetta væri, þessi fjárveitingu upp á 50 milljónir vegna Gröndalshús væri felld brott úr frumvarpi. Og þið munið kannski að á þessum tíma þá erum við að leggja fram lista yfir mögulega hús til sölu, mögulegar eignir borgarinnar sem borgin geti selt. Þar á meðal til dæmis korpúlstaðir. Teka fram, þetta hugmyndir, að verður ekkert allt af þessu að veruleika. En af hverju erum við, þegar við gætum nú bara hreinlega selt Gröndalshús á þeim frábæra stað sem það er komið á núna í Grjótaþorpi, af hverju erum við að setja í þetta einhverjar 50, 70 eða 80 milljónir þegar við erum svo að hugsa að selja einhverja 20 annara eigna? Til hvers? Af hverju ósköpunum seljum við ekki bara þetta hús? Það er alveg í lagi með það, sko. Það mun ekki grotna niður hérna í Grjótaþorpinu. Einhver einkaaðili myndi fara það góðum höndum og borgin geti sennilega bara fengið ágætisverð fyrir það. Þannig að við greiddum atkvæði gegn þessu í borgarráði, ég og Börkur Gunnarsson sem satt seinni hluta fundarins ásamt mér og þess vegna er þetta hér í borgarstjórn. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og hv. borgarstjóri tekur næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er rétt skilið að hér erum að ræða tillögu að bæta við fjármagni við það sem þurfti til þess að koma Gröndalshúsi í skikk í Grjótaþorpi sem að mörgu leyti spennandi og flott framkvæmd. Það verið að gera Gröndalshúsi til góða og þar með minningu Benedikts Gröndal. Ástæðan fyrir þessari viðbót kemur hins vegar ekki til að góðu. Gröndalshús var endurgert í svokölluðu völundaverki sem var sérstakt atvinnuátaksverkefni sett upp í tíð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks
En ekki vildu betur til að vinnubrögðin voru slík að því miður eru mikilvægir innviðir hússins, þaki, gólfi og raunar veggjum ónýtir. Og sett efni sem ekki átt að nota þar og svo framvegis. Þannig að þetta þarf að endurgera hluta auk þess sem að grunnkostnaðurinn við að koma því þarna á staðinn og á nýjan sökkul og svo framvegis eru þetta ennþá til staðar. Þannig að þetta eins og hvert annað hundsbit að horfast í augu við það að ekki tókst betur til við að endurgera hússins en þetta. En því við að bæta að ekki bara það að stór hópur grasrótar sem mjög ánægður með að þetta verði svona hús orðsins og verði núna rekið af hálfu bókmenntaborgarinnar í Grjótaþorpi heldur ætla einkaaðilar að fjármagna þann rekstur. Þannig að Iceland ætlar að gera við okkur samning núna næstu dögum þann rekstur, þannig að reksturinn verður þá ekki á hendi borgarinnar, en við þurfum að horfast í augu við það að hvort sem að við hefðum selt húsið eða núna gerum þau upp, að þá hefði við náttúrulega fengið þetta högg. Því að það enginn að fara að borga fyrir ónýta innviði. Það hefði þetta endurgerað og það þá bara birst í lægra söluverði ef ekki í þessu. Þannig að það snýst þessi tillaga. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og við göngum þá til atkvæða. Við byrjum á 8. lið, þau sem samþykkja 8. lið forsetakosningar. Það vantar. Við göngum til atkvæða 8. lið forsetakosningar, þau sem samþykkja það gefur merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 20. liður reglum innritun og útskrift. Og vísum forsetakosningunum, nei. Já, ok, við ætlum að sem sagt greiða atkvæði það að vísa 20., 21. lið og 22. lið til annarar umræðu. Byrjum á 20. lið, þau sem samþykkja að vísa honum til annarar umræðu, hér gefur merki. Eru þið að greiða atkvæði eða? Já. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 21. liður, þau sem samþykkja að vísa honum til annarar umræðu gefur merki, skýrt og greinilega. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það er 22. liður, þau sem samþykkja að vísa honum til annarar umræðu gefur merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 30. liður, viðauki vegna kjarasamninga, þau sem samþykkja hann gefur merki. Þau sem á móti kunna vera samþykktur með 9 atkvæðum. 38. liður, Gröndalshús, þau sem samþykkja það gefur merki. Þau sem á móti kunna vera samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. Og 45. liður, kosning í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Þar erum við að leggja til, bara svo það sé sagt, þetta kemur á borgarráði. Þar er verið að leggja til að aðalmenn verði Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Kjartan Magnússon og Áslaug Friðriksdóttir og að Auður Hermannsdóttir, Margrét Björnsdóttir, Páll Gestsson, Marta Guðjónsdóttir og Halldór Halldórsson verði varamenn. Þá er lagt til að Brynhildur Davíðsdóttir verði formaður og Gylfi Magnússon verði varaformaður. Þau sem samþykkja þetta gefur merki. Þau sem á móti kunna, það er samþykkt með 13 greiddum atkvæðum. Þá göngum við til 17. liðar á dagskrá sem fundargerð forsætisnefndar frá 15. apríl, íþrótta- og tómstundaráðs frá 31. apríl, menningar- og ferðamálaráðs frá 11. apríl, skóla- og frístundaráðs frá 6. apríl, umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 13. apríl og velferðarráðs frá 3.